Ágætu Valsmenn, gleðilegur dagur í dag. Við erum með afmælisbarn dagsins en jafnframt nýjasta leikmaður Vals, Ingvar Kale. Til hamingju með daginn. Já, takk fyrir það. Og til hamingju með afmælið. Já, takk fyrir það, tvöfut ánægja. Nákvæmlega, þetta heldur betur stór dagur þér. Já, bara mjög fínt. Ég meina, landa hérna samningu við Val og bara áframhalda á vonandi góðum ferli á mér. Og hlakka bara til að klásta þetta. Já. Nú gerir ég með 2 ára samningu við Val og bara svona, hvað er það við félagið? Hvað lagast það við félagið? Bara þeir settu sér samband mig, þá kom ég á fund með þeim og bara strax leist mér vel á það sem þeir höfðu að bjóða og það var bara svona frá fyrsta degi fannst mér þetta spennandi verkefni og líst vel á þjálfarann og umgjöruna og þannig ég hugsa að þetta verði bara gott sumar. Þú minnist einmitt á þjálfarinn að fá meistara Ólafi Jóhannssonin sem er vill svo skemmtilega til. Óli, til hamingju með nýja markmanninn. Já, takk fyrir það. Nú spyr ég bara, Ingvar Kale, hverju bætir hann við og af hverju viltu fá hann í Val? Já, við erum bara með 1 markmann hjá félaginu og við verðum að hafa 2. Og Ingvar Kale er náttúrulega frábær markmaður og mikla reynslu og búinn að vinna titla á Íslandi og bara frábært að hafa hann. Hvað svona mér sérðu kannski í honum bæði sem leikmanni kannski karakter, hvað svona finnst hann að koma með inn í þennan hópi eins og Bjössi talaði hvað kemur hann með? Já, það var eins og ég var að segja, sko, hann er náttúrulega með mikla reynslu og hefur orðið meistari og kemur náttúrulega inn sem sterkur karakter og miðlar því sem hann hefur lent í og það er bara fengur frá okkur. Ingvar, hvernig er svona lýstu það sem að Óli og Sigurbjörn hafa sagt og svona sagt þið? Já, bara heiður að heyra það, maður sé mikilvægur og það er bara fínt að koma inn í þetta lið og bara held að þetta verði mjög gott. Það er náttúrulega bara, eins og ég sagði á hann, mjög svona, já, góð umgjörð í kringum þetta, svona finnur maður og fjölskylduklúbbur og svoleiðis, Valur. Þannig að það er bara, held ég að verði gríðarlega gaman í sumar og vonandi bara leggja allir það á sig að þetta verði sem bara skemmtilegast og bestur árangur náist. Óli, er ekki rétt að minna þessi æfingarleikur hjá okkur á 50. Jú, það er bara allt veistu. Það ég veit ýmislegt. Eru möguleikar að því að sjá þennan mann á milli stangana þar eða svona hvernig er staðan á liðinu, honum á liðinu? Já, það er alltaf möguleika því og það á eftir að ræða aðeins það og svona og það er líklegra heldur en ólíklegra. Ingvar, kannski svona síðasta spurning. Einhver skilaboð eitthvað sem þú hefur til stuðningsmannina svona, eða þú vilt þess að tala bara beint til þeirra eða svona, hvað kemur þú með heldur inn í hópinn og inn í klúbbinn? Já, ég byrja á stelpunum, þá er ég nú á föstu sko, nei, segir svona, en það er náttúrulega bara, þú veist, maður veit að stuðningurinn er góður og það er flottur heimaður Hlíðarendi og mér hefur alltaf fundist rosalega gaman að spila eftir að þetta var byggt og það er bara, þú veist, til stuðningsmenn vil ég segja bara endilega mæta á leikina í sumar og við vetur að sjálfsögðu líka og styðja okkur. Þetta verður tvímælalaust bara flott sumar og þurfum ekki að kvíða neinu. Piltar, takk fyrir þetta, til hamingju með daginn. Takk.